þá förum við í 5. lið, aðfræðing og þá er það frístundastyrkur og Haukur Arnar Ottens Pétursson tekur til mála. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Ungmenni sveitarfélagsins kalla eftir betri kynningu á frístundastyrknum, til dæmis í hvað hann nýtist, hverjum, hvenær og hver upphæðin er. Það er dýrt að stunda tómstundir og íþróttir á sumum heimilum, kemur kostnaðurinn í veg fyrir ástundin krakka. Ungmennaráði spyr því tengt hvort að það sé upp í borðum hjá bæjarstjórninni að hafa hann tekjutengdan. Hvar er sú umræða? Hvernig er sú útfærsla? Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Haukur. Þá bæjarfulltrúi Hulda Elma Einsteinsdóttir tekur til mála. Forseti, ágæta ungmennaráð, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Mig langar að byrja að þakka fyrir góðar umræður hér á fundinum, en það er rosalega mikilvægt fyrir okkur að heyra raddir ykkar unga fólksins. Takk Haukur fyrir að vekja athygli á mikilvægi frístundastyrksins, en frístundastyrkurinn er rosalega mikilvægur fyrir marga fjölskyldur og vitum við öll hvað íþrótta- og tómstundastarf er mikilvægur þáttur fyrir samfélagið okkar. Það er sennilega ein besta forvörn sem við getum fengið og því er mikilvægt að reyna að ná til allra. Við búum rosalega vel hér á Akureyri þegar kemur að framboði íþrótta- og tómstundastarfi. Eru þetta því góðar og gildar pælingar? Eru við að kynna frístundastyrkin nægilega vel? Það er góð spurning. Það mætti sennilega fara í átaki þeim málum, en ég hef heyrt að nýtingin á styrknum mætti vera mun betri. Svo í svari spurningu Hauks, þá hefur komið upp svo hugmynd að tekjutengja styrkin, en svo hugmynd er ekki komið langt á veg og hefur útfærsla því ekki verið skoðuð. Markmið meirihlutans var að hækka frístundastyrkin jafnt og þétt allt kjörtímabilinu og var hann hækkaði núna í ár. Varðandi þessa hugmynd tekjutenginguna þá þarf að skoða það bara betur á næstu mánuðum og sjá hvað verður gert í því. Takk fyrir góðar ábendingar og muni vinna þetta erindi áfram. Takk fyrir þetta, Hulda. Þá er máli opið. Hulda, tekur til máls. Takk fyrir. Ég held að aðeins bregðast við þessu líka vegna þess að mér finnst þetta mikilvægt mál. Síðast þegar ég vissi þá var 82% af frístundastyrknum eða þess að börn sem að nýttu frístundastyrkin á Akureyri, sem eru þetta langflest, en það lætur mann samt hugsa þessi 18% sem ekki nýtan. Og við höfum rætt og ég vona að meirihlutin horfi til þess sérstaklega að horfa betur til kynningar á honum einmitt, eins og þeir að segja, vegna þess að ég hef áhyggjur af því hann að fara fram hjá einhverjum ákveðnum hópum, erum við að kynna hann á misjöfnu tungumálum, hvar er að koma fram, hvar hægt er að sækja hann og svo framvegis. Við sáum aðeins könnun á nýting á frístundastyrknum til dæmis í Reykjavíkurborg og þar virtust til dæmis börn af erlendum uppruna nýta frístundastyrkin minna en aðrir, sem er að mínu viti að minnstakosti áhyggjuefni, því að flest ættu að geta nýtt sér styrkin einmitt og líka þessi upplýsingagjöfum í hvað er hægt að nýta hann, að það sé ekki bara í þetta hefðbundna íþróttastarf, fótbolta, handbolta, fimleika eða dans heldur einmitt, bara í ræktina eða í hvað sem er og við erum öll flest, ungmenni eru allavega flest held ég að gera eitthvað sem þau geta nýtt styrkin í, þannig ég myndi geta og ég hef alveg lagt frá það tillögu að nýta þá fjármuni upp í 100% í kynningarátak. Þess að við myndum hreinlega bara kynna það mjög markvisst og sjá hvort að það hafi áhrif. Síðan gæti verið hitt að kannski einhverjir foreldrar sem eiga mikið pening hafi bara ákveðið að þau vilja ekki nýta hann, sem að væri þá bara áhugaverð lending og þá myndi kynning ekki breyta neinu þarum. En þessi tekjutengingur hugmynd líka alveg áhugaverð af því auðvitað viljum við tryggja fyrst og fremst að við eigum einhvern veginn öll jafnt aðgengi þannig að öll geta tekið þátt af því að sum einmitt þá kannski er þetta hluta á æfingagjöldunum en svo bætist allt onófið, þið vitið, íþróttafatnaðurinn, öll ferðalögin og guð má vita hvað og við sjáum oft jafnvel að börn sjálf taka það ákvörðun að hætta jafnvel að stunda íþróttir eða tómstundir bara til að vera ekki íþyngjandi án þess að biðja það og það finnst mér áhyggjuefni, þannig að það er hvort að tekjutenging er rétta leiðin eða ekki, ég veit það ekki en ég finnst allavega styrkurinn mjög mikilvægur
Og síðan líka kannski vert að minnstakosti veit ég til þess að mörg íþróttafélög og ég vona að fleiri geri það sama, hafa ekki verið að reka börn í burtu sem ekki hafa getað greitt. Við höfum líka ákveðna svona samfélagslega ábyrgð á því að grípa öll hvort annað. En ég vona að við getum gert betur í að kynna frístundastyrkin, kynna sérstaklega vel hvar á að nálgast hann, í hvað hann getur gagnast. Því ég er eiginlega alveg vissum að við ættum að vera nær 99% heldur en 82%. Takk fyrir þetta, Hilda Jana Gísladóttir. Þá er málið opið. Enginn tekur til mála, þá förum við í næst upplýsingar og félagsstarf. Þá er ungmennaráðsfulltrúi Freyja Dögg Ágústsdóttir tekur til mála. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ungmennaráðs og aðrir gestir. Ungmenni óska eftir einfaldara aðgengi að upplýsingum það félagsstarf sem í boði í sveitafélaginu og jafnframt betri aðstöðu til félagsstarfs og meiri opnunartíma. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Freyja Dögg Ágústsdóttir, og þá kemur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir til máls. Forseti, ágætu ungmennaráðsfulltrúar, takk fyrir þetta. Ég bara tek undir með þér varðandi upplýsingagjöfina, sérstaklega þá ef að þið er ábótavant, eða ef þetta er ekki nægilega góðar upplýsingar, þá skiptir það svo rosalega miklu máli. Upplýsingar er eiginlega lykillinn að öllu. Ef við vitum ekki af hvort sem það er frístundastyrkur eða hvað er í boði, þá getum við náttúrulega augljóslega miklu minna nýtt okkur það sem er í boði. Þannig að og það er ástæða fyrir meðal annars að við eigum að eiga upplýsingastefnu sem að ég komið mitt að því að gera en er því miður úrelt og er held ég einhverju vinnslu núna. Ég held að það sé alveg mjög vel þess virði og ekki bara félagsstarf ungmenna, heldur bara alla þjónustu sveitafélagsins. Og þá finnst mér svo mikilvægt að horfa til þess, getum við sett fram upplýsingar á einföldu tungumáli. Stundum erum við að setja fram eitthvað, ég veit ekki hvort þið hafi verið að sitja í ungmennaráði að lesa skýrslur eða stefnur eða eitthvað, þetta verður svolítið svona þungt, bara hvað er verið að reyna að segja mér hérna. Að hvort við getum stundum komið aðeins á einfaldra tungumáli á framfæri upplýsingum, á þeim stað þar sem að fólk er en ekki bara inn í kerfunum, stundum er þetta erfitt að leita. Til dæmis ég efast að það fyrsta sem þið gera á mótnana sé að opna akureyri.is, bara svona gisk, hvar komum við þá upplýsingunum á framfæri og hvernig getum við verið í meiri samvinnu við þá ungmenni þá staði þar sem að best er að ná til þeirra. Og síðan þá er spurning, við þurfum kannski að ræða það, ég þyrfti allavega aðeins meiri upplýsingar varðandi hvað er að pæli með betri aðstöðu og kannski mögulega að ræða Rósenborg og en ég er alveg vissum að við þyrftum eiginlega kannski aðeins meira spjallum þann hluta. Ég reyndar varðandi upplýsingar og félagsstarf og að því þú talar félagsstarfi almennt, þá ég líka aðeins velti fyrir mér hvort að við getum gert betur varðandi félagsstarfið. Mér finnst við stundum eins og sveitafélagi sé ennþá fast í því að við séum svolítið komum mikið að félagsstarfi upp á 16 ára eða upp að grunnskóla lokum. En síðan þegar að framhaldsskólinn tekur við þráttur þetta séu ennþá að ungmenni séu ennþá börn samkvæmt skilgreiningu lagana til 18 ára og þá einhvern veginn svolítið sleppu við tökunum og þá eigi framhaldsskólarnir að taka við. En eins og við vitum þá bara fyrsta lagi fara ekkit öll ungmenni í framhaldsskóla, þau fara heldur ekkit öll í sama framhaldsskólan þó að stundum umræðan hljómi þannig. Þannig að ég hef allavega velti fyrir mig hvort að við sem sveitafélag í samvinnu við framhaldsskóla en líka samvinnu bara við ungmenni sem ekki er í framhaldsskóla getum gert betur í því félagsstarfi sérstaklega á aldursbilinu 16 til 18 ára. Svo ég komið því að inn í umræðuna og væri alveg fróðlegt að heyra svona ykkar sjónarhorn þar. En eins og ég segi, ég myndi eiginlega óska eftir svona meiri upplýsingum og samtali varðandi aðstöðuna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hilda Jana Gísladóttir, og þá er mál opið. Það er enginn sem tekur til mála, Þá segir við hvað klukkan er og fundi slítið. Þá er klukkan 17:17 og fundi slítið.